Já, efnið í þessum þætti þegar hvítur fer í sóknaraðgerðir snemma-taps með G4 og H4. Ég ætla svona að kynna svona stöðutýpur sem það getur gerst. Ég ætla að sýna nokkrar skákir. Byrja hérna á Karjakin Anand, þó að skoðanir Karjakins á stríðinu í Úkraínu sé ekki til fyrirmyndar, þá var hann samt góður skákmaður. Nú rittar F3, D5, þetta er svona system. E3, ég telt þetta nokkur sinnum með hvít líka. Rittar F6, E4, E6, þetta getur sem sagt komið upp úr nokkrum byrjunum eins og C4, E6 og öðrum leikjarðum. Það er svona dálítið aukaatriði. B3, biskup E7. Nú C5 er auðvitað leikur hérna, það myndi tefla svona. Og þumalputtareglan í þessum stöðum er sem sagt þegar svartur er að fara að undirbúa sig leika D4, þá er gott að drepa á D5. Sem sagt ef við leikir biskup E2, þá er svartur geta leikið D4. Sem er kannski ekki alls slæmt á hvítt, en það er yfirleitt svona best að drepa bara hér. Nú D4 væri svona aðalínan, tefla bara gegn stakapiðinu. Eitthvað svona. Staðan er, ef maður horfir á þetta svona objektiv, er líklega jöfn, en það þykir nú heldur þægilega að tefla gegn stakapiðinu í svona stöðum. Önnur leið hérna var rittari C3 sem er áhugaverður leikur. Myndi tefla svona. Hvítur er að reyna að fara með hrókinu C1 og þrýsta á C-piðið snemma. Drepa F6, það má ekki drepa með drottningu og ekki með biskup upp D3. B-staðan er ekki alveg nógu góð hjá svörtum hér til dæmis, en hann er með biskupana. Þetta er bara svona hugmyndir sko. Nú biskup E7, hrókur C1 var önnur leið. Og já, D4, það myndi þá fara aftur í stakapöðstöðuna. Svartur leikur D4, rittar A4, dróning A5, A3 til dæmis. Þetta er svona smá útidur, bara sína hugmyndir auðvitað. Já, aftur að skákinni. B3, biskup E7. Þetta teflist alltaf svona. Nú D-drepi C4 líka option hérna. Dróning C2 og það breytir svo sem ekki miklu. Hvítur mun reyna langkrókera að hefja svo árás á kóngsvæng. Já, C5, C-drepi D5. Það er sama á áðan. Leið að svartur getur leikið D4, þá drepið á D5. E-dreipur, þá er alltaf bara stakapiðstaflið og rittaridreipur. Þá er hérna C2, skemmtilegu leikur. Annar skemmtilegu leikur er H4. Segjum rittari C6 og dróning B1 er interesting. Það er alltaf þessar sóknarhugmyndir hérna á kóngsvængnum í þessu. Rittari G5 oft og svo framvegis. En í þessari skák þá lék hvítur dróning C2 og þá kom rittari C6 og þá kom H4. Annar möguleiki væri A3 til að stoppa alveg rittari B4 optiona. Síðan fara í H4.
en skákinn heldist H4, B6, riddari DB4 var auðvitað option, riddari F6, A3, E5, riddari E4. Þetta gefið upp í skýringu sem betra á hvítan, svona líflegri stað á hvít. Já, hann legg B6 og þá kom A3 til að hafa valda á B4-reitnum. Nú riddari G5 hefði sennilega ekki verið góður hérna út á F5 og hvítur svona rennur alltaf á rassinn með sóknina þarna. Þess að undirbúið þetta betur. Já, og hér leik svartur F5. Ég vildi stoppa þetta allt. Nú aðri möguleikar, hvað segja, biskup B7, það var riddari G5 og riddari F6 er ekki góður þá, það var riddari C4, það er svona system hérna, drepa á E6 og það er mjög erfist á svartan. Biskupinn er að fara á C4 hérna eftir drápinn sko, eitthvað svona sýnist mér. Svo H5 hérna líka, mjög mikið pressa og jafnvel hrókur H3, F3 kemur til greina. Það er bara allt sko. Bakka. Nú F5 hérna, það bara drepa á E6. G6, það var bara þetta C4 leikur. Svo annar leikur hérna áhugaverður að drepa H7, H5, F5, H drepa G6, kongur drepa G6, tekið á D5, E drepa D5. Nú einhver spyr kannski hvers vegna ekki bara drottning drepa D5, það lítur út fyrir að eðlilegt leikur heimi. Það var drottning D1 bara killer sko, það er bara drottning H5 að koma. Flottur leikur og svartur er bara varnarlaus. Við völdum hérna að H8 með biskupn og B2, þannig að E drepa D5, biskup D3 er interesting. Já, þetta er svona G4 að koma að löngrókun, þetta er alveg skemmtileg stað. Nú er þetta C4 option, það er H5, þetta er bara H7 og H5, jafnvel F4 og svo H5, það er oft það sem maður vill á langkrók gera. Þetta er góð stað á hvít. Og riddari drepa C3 er annar leikur, biskup drepa biskup F6, hann er tefla svona. F4, svipaður tala maður, það er svona skemmtilegt bænd í stöðunni og hvíti biskupinn á ýmsa valmöguleika F1, hvert hann fer í framtíðinu. Svo er þetta bara löngrókun og H5 auðvitað. Já, H6, þá kemur G4, tekið á C3 og nú þurfa allir að spenna beltin. Maxime Lagrave, hann er búinn að stúdera þessa stöðu og hér er G5, 2 upprópunarmerki, takk fyrir. Skoðum að skoða hvað gerist. Riddari D5, GX H6, F5 er besti leikurinn. Nú er biskup F6, teflist það svona, hrókur G, riddari F6, kemur riddari G5, E5, H5, kongur H8,
biskup Gunnar 2, tekið á E5 og þetta á að vera unnið bara á hvítan. Það sé magna. Það sýnir vel hvað þetta getur verið hættulegt. G5 hann sem magnaða leikur hérna. Tekur ekki kallinn, þetta leikur G5. Já, F6, H5, kongur H8, H8 er bara G7 og riddari G5 með mát í tveimur sýnist mér. Þetta er ótrúlega flott. Já, það var ekki leiðilegt að fá eitthvað svona. Hann leik hérna B6 já, hann Anand, A3 og hann leik F5. Anand náttúrulega búinn að vera lengi í bransanum og átt að segja að það er ykkur hætta þarna á ferðinni. Og hér var riddari D5 líklega besti leikurinn. Drottning drep D5, drottning biskup C4, drottning D6 og H5, löngrókun líka möguleiki. Það fyrir D4 að vera hótun eða H5, H6, rókur D1, hvíturum betra. Það er alltaf D4 að koma hérna. En hann drap ekki. Já, sem sagt E-dreipur D5 líka option, þá er D4, biskup E6 og riddari G5 er gefið upp. Við sjáum að eftir hann dreipur á G5 þá missir svartu valdið á C5. Drottningin sem sagt sleppar riddarann. Og þetta væri góð staða á hvítan. Karjakinn leik biskup B5 samt, biskup B7 og riddari dreipur D5, við skulum bara skoða hvernig það fór. E-dreipur D5, D4, rókur C8, D-dreipur C5, B-dreipur C5, stutt rókaðan. Biskup F6 og rókur F1. Já, þetta var sem sagt línan og hvítur er með aðeins betra. Já, ég var aðalega að sýna þessa skák út af þessum flottu línum hérna áður. En við munum skoða fleiri skákir með svona svipuðum hugmyndum. Já, þá höldum við áfram. Sem sagt hrókering hérna, riddari C3. Það er hérna leikur eins og D-dreipur C4, B-dreipur C4 taldist einn skák, en það er alveg hægt með biskup líka þetta. C5, hrókur G1 taldist hjá í skaka á Knights. Þetta er svona, þetta er svona dálítið sérstakt. Nú anstæðingur hans leika E5 en það gefur upp einnig skýringum A6, G5 riddari E8, H4 riddari D6, H5. Þetta er einhver skák sem Grisjuk Kramnik teldu í hraðskák en með möguleikum að báða bóastendur hérna. Já, þessar skák kom E5, G5, riddari E8, drottning B1, F5,
Já, allir svartur hafa ekki hrættu við biskup D3 og biskup E4 og svo framvegis. Svo getur kóngurinn bara oft verið á E2 sko, eða bara í einum eins og hann er, og H4, H5 og riddari D5 og svoleiðis. Biskup 1-2, kóngur H8, riddari G5, H6, dróning G6, góður leikur. Dróning E8 er best, en þá teflist þetta bara svona og það er aðeins þægilegist á hvítan. Já, kaffivélina fyrir gangi hérna. H-drepi G5, rókudrepi G5, hóta móta G7, riddari 1-8, biskup D3. Já, og þetta lítur ekki vel út á svart, sýnist mér. Þetta er svona hugmynd. Sjáum við róku G1 til dæmis, skemmtileg hugmynd. En aftur á þessum stöðum að fara hérna yfir eina skák hjá Adiban. Hann er frumlegur skákmaður frá Indlandi. Hann leggur dróning C2. Já, en anstæðingur leggur riddari C6. Nú það er auðvitað riddari B4 náttúrulega option í þessu. Getur telst svona einhvern veginn. Þetta er svona meira positional. Kannski A4 betri tilraun, en þetta er svona frekar dry en aðeins betra hvít. Þetta er bara svona smá útidúr. Já, við vorum með dróning B1 og H4 áðan sem hugmynd líka. Já, riddari C6, A3. Já, við vorum semst með H4 hérna áðan líka. Hjá Karjakin. En hugmyndi með A3 er líklega svo að hvítu vill alls farið losa sig við þetta riddari B4 vesen, B6, H4, biskup F6 leikan, biskup E5, biskup E7 og þessi dæmigeri leikur riddari G5 eftir H4, G6, riddari C4, biskup drefi B2, dróning drefi B2. Já, það er svona mikið pressa á svörstum hérna sko, það er alltaf H5 að fara að koma á. Jafnvel að drepa H7 og langkrókera og jafnvel F4. H6 var leikið, þá kemur hérna H5, 2 upprópunumerki. Svona Björnsson Þorfinns leikur. H-drepi G5, H-drepi G6, hóta máta H8, F6. Riddari drepi G5, góður leikur. Dróning D6, G7 og nú er hvítur með mjög mikla sókn. Já, leikar hókur F, B8 og hér gerði Adiban mistök sko, hann leik dróning C2. Hann átti að leika hrókur H8, kóngur G7, hrókur H7. Kóngur G6, biskup D3 skák, kóngur drefi G5, F4, hrókur G7 skák, kóngur H6. Já, það er mát. Þetta er skemmtilegt. Nú, kóngur F8, dróning C2 þá.
F5 og drótning D1. Þetta svipað á áðan sko. Þá vorum við svona drótning D1 leik. Þetta svona alltaf skemmtilegt koncept. Og það bara, drótningin bara að fara H5 og mát. Þannig að þetta var á að vera tafnmennska. Það leika bara biskup B5, riddari G5 og riddari E4 og svo bara H5 hérna. Já, það er komið hérna annari skák. Nepomniachtchi á móti Bakró 2018, Batumi. Og það var komið þessir hefðbundnu leikir. B3, hókering, biskup B2 og H4 leikan hérna eins og vorum að benda á aðri áhugavert á hann. B6, drótning B1. Nú eflaust hugsa margir hvað ætla hvítur að gera við kóngin hérna. Fyrsta drótningi fyrir á B1 og það er ekki þetta langrókera. Og þessi skák gefur svona ákveðna hugmynd hvernig hægt er að leysa það vandamál. Nú svartur eflaust frekar illa við riddari G5 og þess vegna leik hann H6. Þá kom G4 upprópunumerki. Biskup B7, hrókur H3, valda riddaran á F3 og lausu alla taktík sko, hann frá biskupnum á B7, eða verður eitthvað engin taktísk vandamál lengur. Riddari D7, G5, H5, biskup D3, riddari B4, biskup H7 skák, kongur H8, biskup 1-4, riddari D5, riddari 1-2 upprópunumerki. Sem sagt hvítur að koma riddaranum yfir í sóknina, getur farið á G3 til dæmis og hótapiðin á H5 og jafnframt opnum við fyrir biskupin á B2 þetta. F5, G-dripur, riddari D7 dripur F6, þá kom riddari G5, þá drap hann á E4. Svartur bara komin í dálítinn bobba hérna, það er erfitt að finna eitthvað betri leik sko. Drottningdripur, biskupdripur G5, H-dripur G5, riddari F4, drottningdripur B7, riddari D3, kongur F1, riddardripur biskupin, hrókur H5, kongur G8, G6 og svartur gafst upp. Eða hvítur að það leika riddari F4 og segir með svartur myndi leika hrókur B8, þá er hrókur H8 hérna, það sé skemmtilegt mát. Þannig að þetta gefur ákveðna hugmynd hvernig hægt er að tefla þetta með drottningur á B1. Þess að H4, G4 hérna eftir H6. Og svo fyrir hrókurinn á H3 og hvíti kóngurinn er nokkuð safe á E1 eins og við sjáum hérna. Og í hardbakkan slær þá er þetta að fara að leika kongur F1, kongur G1. En það var algjör óþarfi eins og í þessari skák. Já, að lokum er hérna smá stúdering sem ég ætla að sýna. Já, það er sem sagt þessi hefðbundin snaða hérna. Tekið B-dripur C5 hérna. Hérna ákvaða svartur að drepa sem sagt með D-p og C4, B-dripur C5, riddari C3, B6, hérna G4, interesting move, biskup B7, G5, riddari FD7, H4,
riddari 1-5 og riddari E5 virkar náttúrulega eins og eðlilegasti leikur í heimi en það kemur smá babb í bátinn sem ég ætla að sýna hérna. Tekið á E5, tekið á H1 og dróning H5 sterkuleikur, hótum á F7 þetta. Nú ef svartur hrókerar þá kemur biskup D3, G6, teflur svona, tekið á G6 og svo bara tjaldi fellur eftir riddari D5 til að baka. Þannig að G6 er svona heila þvinga, dróning G4. Hvað við segja, riddari D7. Já, og hér er mjög flott framhald sko. Riddari drepur F7, 2 upprópunarmerki. Kóngur drepur, hvítur er hrókjundur í stöðunni. En með mjög virka og skemmtilega sóknarstöðu. Biskup H3, riddari F8, valdari E6 byði, riddari B5, hótum hróknum á H8, hrókur G8, kóngur E2, hótum hróknum biskupum á H1 og þá varum við bara skipta minn undir með alla stöðuna, við myndum drepa hann í næsta leik. Biskup C6, skák á F4, kóngur E8, skák á C7. Þetta er ótrúlegt hvað þetta gengur upp og dróning F7 og svartur er með tapað hérna. Bara hrókurinn er sem sagt að falla og tjaldi fellur, þannig að þetta var svona skemmtileg stúdía. Þetta hafði nefnilega mitt telst í skák hjá Mamadariv frá móti Nakamura og Mamadariv skákaði A4 sko. En hann átti að leika dróning H5 samkvæmt þeim stúderingu sem ég er með og þá er þetta framhald sem ég var að sína það er náttúrulega þvinga sko. Þannig að sterkir skákmenn geta strax lent í mikilli beyglu með svörtu eða þeir veit ekki alveg hvað þeir að gera. Já, ég held ég sé búin að taka svona sína nokkra skemmtilega skákir með svona H4, G4 hugmyndum og já, ég vona að einhver geti nýtt sér þetta. Takk fyrir.